Evrópusambandið hafi sagt að Ungverja 220 milljónir fyrir það ekki móti hælislendum. Eitthvað sem við ættum að athuga líka? Núna Evrópusambandið með þetta Fair Share Initiative, þar sem að þeir eru að fara að byggja hælislendakerfið á því að þeir fá að dreifa því hvert hælislendi fara. Sumir segja, já, nei, það nú bara 30 manns, þannig þú ert ekki að ágjöra því. Ég segi, já, ok, 30 manns núna, við veitum ekkert hvernig það þróast. Við vitum ekkert hvernig Evrópusambandið að fara að þróast og það að færast miklu nær þessu. Alveg klárlega, en við verðum að taka einhver veðmál í lífinu. Og staðan á Íslandi... Finnst þið það vera gott veðmál? Staðan á Íslandi sú, ég vil taka það veðmál sem gefur ungu fólki sem flest tækifæri. Og staðan svo á Íslandi að, hugsaðum hvernig störf hafa orðið til síðustu 10 ár. Ég meina, túrismin aðal nýju störfin á Íslandi síðustu 10 ár. Hvað gerir ungt fólk á Íslandi í dag? Það sprotafyrirtæki, flott. En ég meina, hugverkaðin með stærsta stóðin eftir nokkur ár? Já, vonandi. Vonandi. Vegna þess að, ekki ef við fyrir minni Evrópusambandið, held ég. Af hverju? Út af því sem við vorum að tala um. Nei, ég meina, eru að hverfa frá því. Hefur komið til Berlín? Hefur komið til Stockholm? Hefur komið til Kaupmannahafns? Já, við erum búin að fara við það. En ég að tala um, af hverju segir Guðmundur Hafsteinsson, sem hefur unnið innan þessa kerfis og okkar helsti sérfræðingur, núna stjórnarformaður hjá Icelandair, þar sem gamla vinnustæðinu þínum. Já. Af hverju segir hann að þetta sé ómögulegt í Evrópusambandinu? Ég held, mér finnst það svolítið áhugavert. Mér finnst það áhugavert að allir hægri menn á Íslandi, eða allir sjálfstæðismenn hafa bara sömu skoðun, en hún nákvæmlega öðruvísi. Ég veit ekki eins og hvort hann sé sjálfi. Hann sjálfi? Ég veit ekki sérstaklega, en skulum bara gefa okkur það. Ok. Skulum bara nei, ég hef ekki það, skulum ekki gefa okkur það. En allan þá það sem þannig. Við erum búin að fara mjög óvarlega. Já, ég veit það. Með ýmsar staðhæfingar, en ok, haldum áram. Skulum ekki gefa okkur það. En ég meina, En af hverju hann? Á móti þessu, af hverju segir hann, Evrópusambandið, og hann segir mér þess að ég mun að reyna að tala við stjórnvöld hér á landi og þau bara, ég veit ekki hvort að Evrópusambandið eitthvað pirrað. Já, ég bara veit ekki, ég veit ekki hver hans skoðun Nei, en vegur það ekkert inn í þínar athuganir með þetta að svona stóru frumkvöðlar, Hilma Vegar, hann komin í Áfram Ísland. Þetta maður sem ég talaði við hann fyrir örfáum mánuðum, hann var nú valla bara að tala um pólitík, hann vildi helst bara vera svona Þeir sjá svo mikla vá í þessu en ég að þeir segja, nei, ég verða að koma inn í þetta. Ég veit ekki alveg, þú hefur þína eigin skoðun. Þú myndar þína eigin skoðun byggt á því sem þú heldur sjálfur. Og svo myndar einhver aðra skoðun. Og ég meina, þú veist ekki af hverju að mynda sína skoðun. Þú veist ekki hvað það í raun og veru. Ef hann myndi segja mér eitthvað sem væri bara algjörlega, heyrðu, ég bara útskýrði fyrir þér og þetta bara eitthvað sem lógískt og þá myndi ég kannski bara skipta skoðun. En ég get ekki skipt skoðun bara vegna þess að einhver aðrir hafa þá skoðun. Vegna þess að maður veit aldrei, hvernig myndar fólk skoðun. Ég veit ekki hvað sálgreini. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig fólk myndar skoðun og ég ætla ekki að fara út í það, það er bara að giska. Ég ekki að segja það. Ég að segja, af hverju telur þú að þeir hafi svona litla trú á nýsköpunar og frumkvöðlastarfi í Evrópu? Ég ekkert að reyna að sálgreina þá eitthvað hvernig þeir fá sína skoðun. Það þannig að Ísland í 37. sæti af einhverju úttekt sem Ísraels fyrirtæki gerði og gerir undir á hverjumsta ári fyrir sprota umhverfi og megnið af Evrópuríkjum sem í Evrópusambandinu eru fyrir ofan okkur. Þannig að umhverfið betra. En það ákveðið svona, það alveg rétt hjá þér að Evrópusambandið og Evrópa hefur ekki verið með góða ímynd á sér síðustu ári sérstaklega þegar kemur að sprota umhverfi og nýsköpun og svoleiðis vegna þess að það alltaf gerast í Bandaríkjunum og það klárlega vandamál. Já. En það líka vandamál fyrir Ísland og alveg eins vandamál